Get
fara með. Ástæðan fyrir ég bað þig að koma hingað með mér í kvöld er að mig langar aðeins að ræða framtíðina okkar. Ég er sko alveg tilbúin í það. Mig langar að skilja hversu hamingjusamur þú gert. Það er draumur allra karlmanna að eignast kærustu sem að lítur út eins og þú. Við vitum bæði hvað ég mun segja nú. Hjarta mitt fer af stað, á þér ég hef mikla trú. Ég horfi í augun þín, þú ert draumadísin mín. Þú ert mín morgangvöld og kappa mín. Nú skaltu hlusta á mig, förum á næsta stig. Hlustaðu á mig, elskan, jafna réttu mér hönd. Framtíðar þín er ég mín. Við skulum binda okkar bönd. Nú tekur við alvaran á ný. Ég aldrei trúði því. En ég er ekki búinn. Áfengið. Í öllum stjörnuspám var lífið skýrt og tært. Farið í fræðina og svæðið svo óskubbær. Eignast og húsbyggja, fjölskylduna fær. Og eignast börn í daðinn tíma bær. Nú skaltu hlusta á mig, förum á næsta stig. Ég er til. Hlustaðu á mig, elskan, jafna réttu mér hönd. Framtíðar þín er ég mín. Við skulum binda okkar bönd. Tekur við alvaran Þú ert í nýjum heimi, alvara. Við finnum stóru lagateimin, þig langar bara í fræði. Það væri hæst á hæð, ég segi ég og þú. Hættum nú! Og það skal gera mig kannvítu. Ættu að hætta með mér. En þannig ég hélt að vera beðin að giftast þér. En ef ég þarf að vera alvarlegur lögfræðing þrítugur og það er stelpa sem ég er. Alvara, kannski Marlin vera Jackie. Alvara, einhvern með klassa og ekki takki. Og ekki illa meina, nú þessu gleymir sig. Þetta er þá komið á heim. Þegiðu! Hvað meinarðu með ég sé ekki svo Jackie? Er mér ekki alvara en hann er með alvarlegan sjúkdóm sem heitir ást. Elskan, réttu mér hönd. Framtíðar þín er ég mín. Við skulum slíta okkar bönd. Nú tekur við alvaran. Ég hélt bara að þau var gömul saman og þetta risastórt brúð
í lögfræðinám í Harvard. Svo er það bróðir minn, hann í Yale. Og eiginkona hans þar líka. Og þú veist, hún komin að mjög góðum ættum. Pappina var í Panamaskjölunum. Herru, getið við ekki reikning í dag? Ok þá, þú ert að nefna.
stendur hún sem 9,2 Í textinu. Og með 175 á Elsat. Já, hún líka með meðmæli frá Winfrey. Ég er ekki alltaf í fram og sem fullkomlega óhægt til að vera í þessum skóla. En lítum nú aðeins á þetta andlit. Er þetta nýjasta andlit Harvard? Fjölmenning. Ha? Getum gefið henni pláss vegna. Já, fjölmenningarstefnu skólan. Akkurat. Harvard. Þetta er Harvard, ekki Tinder. Og hvílík skömm. Hún gleymt að setja ríkir eins á þessu. Nei, bíddu. Það er þetta spóla. Það er þetta vinduspóla. Oh, hi! Didn't see you there. Ég heiti Ann Woods og í minni ritgerð þá ætla ég að segja ykkur af hverju þið þetta hleypa mér inn í Harvard. Sem formaður systurfélagsins þetta nú, ásamt því að vera formaður nemendafélagsins í UCLA, þá tala ég mjög oft fyrir framan fullt af fólki og fólk hlustar mjög oft þegar ég er að tala um mikilvæg málefni. Til mín hafa borist kvartanir heimgerningarfyrirtæki skólans, en þau vilja skipta út lampa fyrir andrex. Allir andbæri þessu réttu hönd. Ég er svo ógæðslega klár að ég get hugsað marga hluti í einu og ég fylgist mjög mikið með því sem er að gerast í samfélaginu. Hey Elle, veistu hvað er að gerast í Neighbors? Auðvitað! Í seinasta þætti fylgist við með því þegar Tonja var tókið með heitum á brunninum. En þegar Sonja var að leiðin að heita tókið datt hún og rútaðist! Ég nota mjög oft lögfræðileg hugtök í daglegu lífi. Ég er í mótmæli! Við erum mótmælum allir! Og þetta fyrir þetta hleypa mér Woods, Elle, framtíða lögfræðinema inn í Harvard. Þetta var rosalega flott. Hún var eins og í tónlistmyndbandi hjá áttunni. Ljóslega hefur þetta mikinn áhuga á tónlist. Ég sendur hún hefur hann að nærbuxur úr klæðri fyrir systrafélagi sem til góðgerðarvíku skóla. Það sýnir að hún sé dýravinur. Auk þess hugsar hún samfélagi. Ann Woods. Velkomin í Harvard. Síðustu 18 mánuðin á þau voru ekki búið að muna þessu í sómalíu. Hei, frábært flott hjá þér. Ég heiti Stacey, ég dugsa á Princeton, ég með greindartölu upp á 187. Ég hér á fullum skólastig og Stephen Hawking stal öllum sínum upplýsingum úr ritgerð sem gerði 4. Ok, gott hjá þér. Sæl fyrir þig! Ég heiti Enid Woods og ég er með doktorsgráðu í kynjafræði og sögu kvennskurunga. Í fyrra sá ég 1
um að skipuleggja árlega mótmælagöngu LGBTQ+ samfélagsins gegn akstri undir áhrifum vímuefna. Þú heitir Ínet og ég L. Þetta fyrir bæta á E. Oh my god, það var næstu tvíburar. Ok, þá komum við þér. Já. Ok, ég heiti Alboots og þetta Lucy Woods. Við erum bæði meginir í stjórnumerki og grænmetisveitur, engar áhyggjur. Ég var formaður systurfélagsins, þetta ásamt því að vera formaður nemendafélagsins í UCLA. Ég var homecoming queen og ég var kosin fallegasta brosið. Og ég byrjaði herferð til að ábyrga hunda í þeirra. Oh my god, já! Og í seinustu viku þá var ég sko í Gucci og ég talaði Beyoncé úr því að kaupa sér einhver svona ógeðslega ljóta peysu. Sá sem það appelsínugulinn væri nýi bleikur eða eitthvað yndilega skappaður. Já, það vissi ég ekki. Veitir ykkur hvað afbrotafræði 101 er með kralla hann og var með hendi í það þriðja? Já, við erum alltaf leiðið þangað. Ég vissum að einhvern veginn að Bylgjör. Tíminn í byggingum er sér, þannig að önnur bygging til vinstri. Ok, takk, bye! En ég held að við erum samt ekki verið með hunda í tíma. Ó, Brúsi er ekki bara hundur. Hann er einn af fjölskyldunni og sko, ég held að hann væri líka bara glaður upp á herbergi. Brúsi elskar neighbors. Oh, bye! En Oh my god! Vornæg! Ég steingleymd að þú væri í þessum skóla. Hvað ert þú að gera þetta? Ég er í þessum skóla. Þessum skóla? Já. Annað, lefnaði nám. Komst þú inn í Harvard? Hvað? Eins og það sé eitthvað erfitt? Oh my god, Vornæg, þetta er bara alveg eins og lokaður okkar. Ég var bara svona 10 sinnum skemmtilega. þú gefur pappi mér að koma inn. Á, er þetta viðbröndagatalið mitt? Þetta er leslistinni. Á, það. Heyrðu, hérna, Vornæg, við bara sjáum seinna það ekki. Kannski getum við talað saman á bekkjum á með fyrir aftan eða eitthvað. Ok, bye. Getur verið kærastan mín? Er ekki bara alveg ólöglegt að vera í svona miklu bleiku? Bleikið sko eitthvað spytur minn. Ég er aldrei ekkert að gíska á þetta. Jæja, við erum nú öll velkomin í Harvard. Fáðu ykkur nú sæti og tíminn er rétt að byrja. Fyrir 3 árum satt ég þar sem þið sittið núna. Ég heyrði alltaf hræðilegu sögusagnir og þið að allir kennararnir í Harvard eru hræðilegir. Og ég get sagt ykkur það að þær eru allar sannar. Í lögfræðináminu munum læra fullkomlega nýtt tungumál. Ykkur verður kennt að rýna í samfélagi sem umlukur okkur og setja spurningamerki við allt sem við vitum nú þegar. Sætin sem það valið ykkur verður eitthvað sæti næstu 9 mánuði og þeir sem eru fremstur auð, passið þið. Ég vil að þið ritið niður þessa setningu. The law is reason free from all passion. Veit ykkur hvernig var sem sagði þessa fleiri setningu? Já. Aristoteles. Ertu viss? Já. Myndur leggja líf þetta við? Já, ég held það. Hvað með lífið hennar? Já, ekki sko. Nú já, ég mæli með því að vita hún talar. Þú hafði satt rétt fyrir, það var hann Aristoteles. Jæja, ég efast ekki að þegar við lesið fyrstu 4 kaflana svo setta fyrir. Látum okkur sjá. Hver hérna inni getur sagt okkur í stuttu máli frá lagabáratu Gordons við stíl. Eitthvað sem verður að dreifa pottinum, fröken L. Woods. Já. Sko, ég skal vera heimavinna.
Vivian Kensington. Finnst þér ásættanlegt að fröken Woodstock óundirbúin í tíma? Nei, það er alveg óásættanlegt. Myndirðu styðja það ákvörðun að biðja fröken Woodstock að yfirgefa tímann og ekki koma aftur fyrir hún hefur lesið það sem sagt var fyrir? Að sjálfsögðu. Jæja, vina. Þú heyrðir í bekkjarsýsluðinni. Þú skaltu snáð út og einungis koma aftur þegar þú hefur undirbúið þig. Vivian, getur þú þá sagt þér í stuttu máli frá þessu máli brot á Kristín? Auðvitað. Ekkert fyrir að hafa áhyggjur af þessu. Mér var líka hent út í fyrsta tímanum mínum. Það var glatað. En ekki örvænta, þinn ferill sem lögfræðingur er rétt að byrja. Ferill sem lögfræðingur? Já, nei, ég hef engar áhyggjur af því. Ég var að fara aftur í tíma sem að margniður. Geturðu nokkuð hjálpað mér? Já, ég skal hjálpa þér. Ég skal bara læra á það per tíma og þetta sé að það í tíman og... Ok, takk! Næ! Heyrðu, afsakið. Af hverju varstu að gera þetta á? Gera hvað? Við stelpur eigum að standa saman. Við eigum ekki að reyna að líta vel út, menn til að láta hina líta illa út. Ég var ekki að reyna að láta þig líta illa út, þú sást bara alveg það sjálf. Þú komst óundirbúin í tíma, prófaði bara með lögfræðikennslubók. Ég var að sagt þig, það er einhver myndir í þeim. Einhvers staðar einhverju stelpur í einhverju verslunarmiðstöð, bara alveg týndar á því. Hei! Auðvitað komið guðsín og stjartina frá mér. En mér finnst ekki það neitt. Samt ekki ég neitt. Vornir, er ekki eitthvað sem þú segja við enn? Býttu, þekkist þig? Já, sko, ég veit það. Vivian og ég, sko, við vorum saman í heima eftir skóla þegar við vorum yngri og núna er hún eiginlega kærasta. Sorry, ég datt þessu, ég sett þessu. Hann sagði að ég væri kærasta hans! Kærasta? Ok, núna sé ég ofsvonir. Hvað Sara Marg og stelpur? Hvað gerir þetta? Elska mín, þetta er Helga. Og í öllum handleikum er Kristján góð. En það er komna til að hjálpa þér. En við erum samt ekki alveg. Við erum inn í haustum á þér. Sé lega niður pár, þú átt ekki að vera sár. Flott og fjá með úfi hár og eitthvað hún er leið.
og eyðileggja hann happafeits uppi á pottinum. Ekki séns. Svona, segðu mér, hvað get ég gert fyrir þig? Þú getur sagt mér hvað sem er Polettustar alltaf. Allt í lagi. Ég heiti Elwood og ég flutti alla leiðinni frá Kaliforníu til þess að fara í Harvard. Vá, það er góð skóli. Ég veit, en ég gerði það til að ætlast við ástina í lífi mínu. Hann varð mér og nú er hann bara að deyta bara lögfræði tussi. Og hvað hefur hún sem þú hefur ekki? 3 brjóst? Nei, hún er alvarleg. Í alvörunni er hún með 3 brjóst. Nei, hún er hægðatregða sjúklingur í pólóból með músabrúnt hár. Það er greina það sem hann var með þig, þá var hann að leita mér hárið brúnt. Heyrðu, veistu ekki hver aðal ástæðan er fyrir öllum slæmum hárákvörnum? Nei. Ást. Við týnumst öll í ást, þitt hjarta fast í vef. Ég get hjálpað því reynsluna hef, en mig vantar ró og ég hef fengið nóg. Hlusta á tónlist sem róar mitt geð. Er þið jáandi? Þetta heita írskir draumar. Ég er einmann og smá niður dregin, þá ég hlusta á þetta hjal og ég þykist fljúga til Írlands, skoða fjöllin og stóran hval. Er ég galinn lífsins veginn, vakna þunglynd sem hvern dag, þá ég þykist fljúga til Írlands, spila sekkjapípulag. Grænar hæðir og fossar og stórfljót, fólkið sér en ég gengnir á strönd, með rauðhærðan sjómann með skeggnót og við dönsum með þráðina hönd. Hann var eitt sinn hitti ég Dewey, hann var lítill með rautt krullað hár og hann sagðist vera frá Dublin, vorum saman í 10 ár. Stundum var það eins og hann minnti á rauðhærða sjómanninn, en svo þegar hann og mér hryndi, tók hann hjólið svo hrundi mig. Hann vildi fólkið að elska og þau halda mér allt í té. Tökum málið að heitir velska og það allir eiga sauðfé. Hey, þú ert alveg svo hann Írland, ljósa hárið og brosið breitt. Nei, það er hann Svíþjóð, þá get ég ferðast aldrei neitt. Ekki eins og þú áttir framtíð, þú átt von, ert með flottan val, viltu muna skilyrðin þau til ársins í Það er svona dugum sem ég sakna Súpu sem hann er eigingjörður minn. Þetta var öskudaginn, það var klæddur sem sjómaður. Paulette, hann er gullfallegur. Engin kona ætti að vera tekin af hundinum sínum. Segðu mér eitthvað sem ég veit ekki. Ég fekk ekki hljóta á ábæðu. Ég skal koma með sjálfan þig. Ég á svo 2 kassa af humarhölum og þá verður þetta sko partí. Partí, papp! Ó, hæ, Vivian. Halló, Ellen. Já, það er partí á föstudaginn. Bara nokkrir vinir að hittast. Ekkert rosalegt. Kannski strákurinn svo skotin hérna, þú ert að fara. Já, þetta er klárlega að koma. Þetta er svona búningapartí. Ég elska búningapartí! Auðvitað gerum við það! Núna á föstudaginn klukkan 8, Mass Avenue 253. Sjáumst. Takk, Vivian. Þú ert svo byrjað að fá annan leirróksbúningi minn. Hann
áfanga munum við keppast að verða 4 nemum sem fá aðstoð með á alvöru málum á lögfræðistofunni minni. Jæja, látum prófbæði hefjast. Byrjum á okkar vanalegu spurningu. Whitney, elskunni, takk fyrir að halda þetta flotta partí. Mr. Mom, Við þurfum öll á þess að halda, sérstaklega núna í stressinu í kringum lærlingstöðinni á Callahan. alveg rétt. Bara góða skemmtir og endilega mjög. Þú veist að pappina Whitney er næstur í röðinni ef það ræðumar í hvíta húsinu. Já, þú varst eitthvað búin að tala um það, já. Samt pældu aðeins í því að hérna inni getur verið framtíðar forsetar. En ég ætla bara að reyna að finna Robert Coleman og sannfæra hann að koma í lærdómsskólann okkar. Þú veist samt að sumarbústaðinn hans eru hliðin á skíðakofa Obama fjölskyldunar. Frábært. Er þið getur á djús? Wow, ég hef nefnilega verið október. Oh my god! Hægstætti, Shit, hvað er málum með búningin? hvað, má ekki vista þessu fyrir stemningunni? Jú, en hvað var þessi búningu þegar við vorum saman? Þú bast maður þegar þú fari í hann. Ég sé strax eftir því. Að hugsa sér, þegar vorum í mentó. Ég hefði aldrei trúað að þú myndi komast hingað inn. Veistu hvað? Stundum sakna ég þess að vera í mentó. Ég líka. Mér finnst þessu ekki bara komið að við svo lítið saman sem við byrjum. Já, ég veit það. Ég er bara búin að svo uppbyggja með þessi dómsmál sem að læra á. Þau láttu mig þekka þetta. Hvernig verður þetta næsta ár með lærlingstöðinni á Callahan? Ellen, þú ert aldrei að fara að komast inn í fjöðumann á úti. Þú ert bara ekki nóg að klára krús í dúrnar bíl. Ég er það klikkuð, en komast við ekki bæði inn í þennan skóla? Jú, En hvað? Við tókum sömu prófin og við erum í sömu tímanum og kannski fáum bara bæði lærlingstöðinni á Callahan. En fyrir hentum tíma svona einu sinni á dag. Þú voru í virkjaflust að fara að fá stöð. Auðvitað? Það langar öllum í bekknum að fá stöðu og engum meira en mig. Þetta er garanterað vinna í framtíðinni og þú ert nánast orðið meðeigandi áður en þú fært atvinnutilboð. Sko, hlustaðu á mig, krús í dúrnum í sko, þú þarft að fá mjög góðar einkunnir og hann er ekki kallaður sémíniskallaðan fyrir ekki nýtt. Heldur að ég viti það ekki? Þú alltaf jafn hress! Gaman að sjá þig, William. Takk fyrir að láta mig vita að það væri búningapartí. Oh my god, ég elska líka búningið þinn. Nema þegar ég klæði mig sem belja með prik upp í rassinu. Þá reyndi ég alltaf að vera smá sætt í framan. Þú ert aldrei að fara að ná prófum á þessari önn og hvað þá fyrir að fór lærlingstöðinni á Callahan. Jafnvel þótt þú reynir og reynir og reynir. Sagt þig bara við það, kanína. Og þegar við erum öflótti lögfræðingar þá ert þú á því skólpastofu að tana. Farðu heim með og farðu úr sem druslubúning. Druslubúningur? Er það sem þú heldur þetta sé? Ég skal sko segja þér hver ég er. Ég er Gloria Steinem, svona 1963, í dulargerði, að leita sér heimilda fyrir kvensáttmálann Ég var Playboy-kræfingar. Ert þú virkilega að kalla Gloria Steinem druslu? Hver er að kalla Gloria Steinem druslu? Hún vilja mér drepi! Hvað er að frétta? Kalla? Ást, ég vildi mér ást og hún mér ekkert bauð. Nú er heimurinn hruninn á ný og allt er fyrir bí, ég vildi væri dauð. Því í stað fyrir brúkinn ást, ég fætt að væri guð að hlæja þig að mér. Já, svo vel þú er komin að mér, já, kallar þú við sögum að ég er. Pakka nú aðeins. Komst til alltaf sem mann, lærðir lög til að tala í hann. Hvað skrýnan ykkar heimi ertu frá? Malibu? Í stað þess að liggja í sól, þú ertir gaur til að fá hann í ból. Ég hef aldrei áður heyrt á mann. Ok, af hverju þú þetta þá? Ok. Ég ást við
þakkargjörð. Áhugavert. Hvað? Sko, ég er viss að þú munir ná. Yes! Kannski bara fyrir 5,3. Ha? Ef þú vilt bara vera melló, þá ertu fín. Ekki sanngjarnt. Það var hlið á mér, þú ert hlið á þér. Stundum tvær, við bara eins og hér. Ég mæli með því að þú farir ekki fín. Akkur þarftu alltaf að vera rétt fyrir mig. Gloria in excelsis Deo. Arvolda, skemmtilega skíðum. Hó, hó, hó. Ó, Emma. Hann er þér. Kemur ekki stöfnum frá heimum jólin, en ég meina. Ó, þú er svo yndisleg. Þetta spara rosalega tíma. Sjampo og hármæling í einu. Ó, takk fyrir að hugsa til mín. En, hversu Viðbjörn? Ég er búin að leita hann alls staðar. Já. Ég meina nei. Ó, frábært, við missum á fluginu. Segðu þér þengin þörf. Warner mætir og þú verður stjörf. Greind af vísitalan þín. Það fer. Ég stend hér á þekki minn stað, en mig langar að segja þér það. Ég held hann standi í vegi fyrir þér. Já. Farinn minnst alltaf var. Alltaf eltast mér til allt sem ég var. Ég finn hann. Nú er tími minn kominn. Sagði ég væri farinn. Tækifærið er núna og ég mun standa mig vel. Þessa bók ég mun læra. Ég ætla að heyra minna læra. Því nú er tími minn kominn. Ég get þetta alveg. Stelpa í þetta nú, sýndu hvað yfir býr. Stelpa í þetta nú, verð eins og ný því að tíminn þinn er kominn. Herra Lattimore átti fullan rétt á því að biðja umgengnisrétt því ef ekki væri fyrir hans sæði væri barnið sem rættur ekki til. Núna talar eins og alvöru lögfræðing. Já, fröken Woods. Varð er komið frábæru, en ég spyr hvort stefnundir hafi haldið dagbók öll sála til þessa. Áhugavert. Af hverju spurning? Því nema stefnundir hafi haldið dagbók öll sála til þessa og eitthvað hafa samband við allar þær konur sem hafa stundað kynlaugur í gegnum lífstíðan sem gaf hvort getnaður hefði orðið. Þá á hann ekkert tilkall til forsjáðar yfir þessu barni svo ég spyr af hverju núna fyrir þetta sæði. Ég skil hvað þetta fara. Og ef við ætlum að fara til rökum barnið sem náðan, þá mætti kalla öll sála til þessa sem ekki voru leitt að ekki til frjókvina saknæma vanrækslu. Fröken Woods, þú ert búin að vinna málið. Bíddu, við vinnum þetta mál. Barnið verður alveg brjál. Hvernig væri að segja skál? Oh my god! Fröken Woods, þú ert við það. Þú ert að sækja lækningsverð. Ég skal einu skrifa undan því. Það er ósætt að þessu. Hvernig hefur náttúrulega þetta hendur sérstu? Sjá þetta skilsum. Ég held að hún sé tíminn kominn, þó hún sé á sofin. Tækifærið er núna og hún mun standa sig vel. Er svo nálægt að sé það, ég veit að ég finna. Það bróið er búinn, nú er ekki aldrei skráð. Því nú er tíminn svo kominn, hún mun standa sig vel. Hún er frábær.
og kindakæfur. Nóg komið. Sæta, nei, byrju, hvað í andskotan vilt þú hingað? Hvað drullaða rassinu úr húðinu? Ég vil fá að sjá hundinn minn og ég er rétt á því að sjá hann. Þú styrir hann að geyma því hann á afmæli í dag. Nei, á gammaður viltu gutti. Besta sem ég gera var að henda þér út. Ég vil prófa því að ég bjó með þessu í 10 ár. Ískupúkinn gaf mér ekki hring. Ellen, Þau bjuggu saman í 10 ár. Emma, þú ert snillingur. Hvað nú? Herra þú, við erum lögfræðingar på Leppalafonti. Lögfræðingar? Ég held að þú skiljir ekki. En samkvæmt lögum þessa lands er það svo að þegar par er saman í heimili í 10 ár er það kallað óvígð sambúð. Og í almannatryggingalögunum er óvígð sambúð talin jafngilt að hjúskap að því er þó varðar bótarétt að þessum skilyrðum uppfylltu meðal annars innleið sambúðar. Hæ? Við ætlum að taka hundinn. Jú, það er bara... Ég get hjálpað fólki. Og ekki bara um því að segja því í hverju það á að vera eða hvað það á að borða, heldur í álfunni hjálpað fólki með lögfræðinni. Hei! Callum var fyrir þetta risastór vandamál. Hann er verðandi leikundur og brottbyrðan hún vantar hjálp. Hann er að senda lista með nöfnum og nefnum sem var læringsstu í dag. Dömur og herrar, ég þarf þið bestu og klárustu. Til hamingju þið sem eru valinn og þið hinn velkomni heim meðalmannsins. Emma, þú voru aðstofnvagn minn í þessu máli. Startið vel, þú kannski var fulltrúi í fyrirtæki. Við erum á mánudaginn, stundvíslega klukkan 9. Gagnarskuggum að þessu snittilega klæddir. Emma, ég